yfir Iowa í yfirbreiðsluvagni. Skrítið, við höfum ekki séð neina indjána langa lengi, sagði Passepartout. Það getur nú breyst á örskamri stund, sagði herra Fogg og benti á reyksúlu sem liðaðist upp í loftið og rjóðri skamt frá. Sennilega hafa indjána slegið upp búðum þarna, sagði Passepartout. Þeir eru áreiðanlega eitthvað gott að borða. Þá skulum við heimsækja þá, sagði herra Fogg. En þegar til kom voru þetta alls ekki indjánabúðir. Þetta var bóndabíli og út eitt gluggann lagði þykkan reykjarmökk. Eldur, hrópaði Passepartout. Við verðum að slökkva hann. Ferðalangarnir tveir fundu brunn og fötur í húsagarðinum. Fogg fyllti þeirra vatni en Passepartout skvetti úr þeim gluggann. Þeir höfðu unnið á reyknum gægðust þeir eldhúsgluggann. Á stónni stóð steikarapanna full af sviðnum kögglum. Þar fórum við laglega að ráða okkar, sagði herra Fogg. Við höfum sett allt eldhúsið á flot bara vegna matar sem að brunnið hefur við á pönnu. Brátt voru þeir önnum kafnir við að hreinsa eldhúsið. Þeir tók ekki einu sinni eftir því að kona bóndans stóði í dyrunum og horfði furðu lostin á þá. Já, hérna, sagði hún. Já, það langt síðan svona stór hreingerning fór fram í eldhúsinu mínu. Fogg sagði henn upp alla söguna. Já, hjálpi mér, sagði konan. Ég fór út að leita að kálfinum og steingleymdi pönnukökunum á pönnunni. Fannstu kálfin? spurði Passepartout. Bóndakonan hristi höfuðið. Þá datt Passepartout dálítið bráðsniðugt í hug. Hvar er mamma kálfsins? spurði hann. Hún er á beita bak við húsið. Passepartout fór út. Fogg og bóndakonan horfðu spyrjandi hvort á annað. Passepartout tók múlinn af kúnni og leiddi hann inn í skóginn. Mö, sagði Passepartout, en kýrin skildi hann ekki. Mö, æpti Passepartout og kúnni brá svo mikið að hún tók að baula miklu hærra en Passepartout. Og heyr, í fjarska var svarað með veikburða bauli. Það var litli kálfurinn. Hann hafði dottið niður í skurð. Þegar bóndakonan sá Passepartout koma með kálfinn, klappaði hún saman höndunum af gleði. Komdu inn í eldhúsið, kæri Passepartout, sagði hún. Hún var búin að leggja á borði í eldhúsinu og ferðalangarnir fengu gómsætar pönnukökur í þakklætisskyni fyrir hjálpina. Bóndakonan bauð ferðalengunum líka að gista og mikið voru þeir fegnir að fá loksins að sofa í almennilegu rúmi með tandur hreinum sengufötum. Fogg vaknaði við hanagal. Hann teygði makindalega úr sér. Þetta er alveg eins og að gista á bóndabæ í gamla góða Englandi, sagði hann. En Passepartout svaraði engu, hann var nefnilega enn í fasta svefni. Fogg opnaði gluggann. Úti var glaða sólskinn. Hún var litið út í garðinn og hann trúði ekki sínum eigin augum. Þetta hlaut að vera draumur. Í garðinum var stór björn að gæða sér á jarðarberjum. Burt með þig, æpti Fogg. Passepartout hrökk upp af værum blundi. Hvert á ég að fara? Ekki þú, líttu niður í garðinn. Þegar Passepartout sá björnin baðaði hann út öllum öngum. Burt með þig, þú getur fengið nóg að jarðarberjum í skóginum, gráðuga skepnan þín. En björnin hélt áfram að gæða sér á jarðarberjunum í mestu makindu. Nú kom bóndakonan inn til þeirra. Hann hefur staðið í garðinum okkar í 10 daga og úðað í sig, sagði hún. Björnin var nú orðin saddur og lallaði burt. Við skulum búa til gildru, sagði herra Fogg. Og þegar við náum honum, förum við með hann út í skó og sleppum honum þar. Þeir hófust strax handa. Þeir grófu gryfju nálægt jarðarberjabeðinum. Hún var svo djúp að þaðan gat enginn sloppið nema með því að nota stiga. Skyndilega skall á þrumuveður. Bóndinn flýtti sér heim með vagnin fullan af korni. Æjá, þar slapp ég naumlega, sagði hann. Fogg hjálpaði bóndanum að losa vagnin en Passepartout læddist út til að gá að bjarnagildrunni. En svo haganlega höfðu þeir útbúið gildruna að Passepartout lenti sjálfur í henni. Hjálp, rópaði hann, en það lét svo hátt í þrumuveðrinu að enginn heyrði til hans.
Hann var brátt holdvotur. Hjálp, hrópaði hann aftur. Herra Fogg og bóndinn fengu sér flóaða mjólk í eldhúsinu. Það var óþarf að grafa þessa gryfju, sagði bóndinn. Í dag gekk laxi ána og nú eru allir birnir fætnir á laxveiða. Birnir hafa miklu meiri mætur á laxi en jarðarberjum. Herra Fogg leit út gluggann. Það skjáttlast þér, sagði hann. Björninn er einmitt í gildrunni núna. Þeir eruðu heldur en ekki undrandi þegar þið litu niður í gryfjuna. Ég hef aldrei séð björn þessu líkan, sagði bóndinn. En Passepartout fannst þetta ekkert fyndið. Fogg náði í stiga og Passepartout klifraði upp. Þegar hann fekk flóaða mjólk í eldhúsinu með hunangi létt honum svo mjög í skapi að hann gat jafnvel hlegið að þessu óhappi sínu. En þeim félögum var ekki til setunar boðið. Eftir að þeir höfðu þakkað bóndahjónunum kærlega fyrir gestrisnina héldu þeir áfram ferð sinni til Silver City. Þeir komu þangað seint kvöld. Eina gistuhúsið í bænum hét því vinalega nafni Verið velkomin. Nafnið lofar að minnsta góðu, sagði herra Fogg og stöðvaði vagninn. Í veitingasalnum sat lögreglustjórinn og spilaði póker við 2 aðra menn. Veitingamaðurinn var afar vingjarnlegur. Hann lét Fogg hafa herbergislykilinn og bauð þeim góða nótt. Ferðalangarnir 2 fóru upp á loft. Þeir mættu öðrum gesti á stigaskörunni, en hann var svo niðursokkinn í bók sem að vera að lesa það lá við árekstri á milli hans og Passepartouts. Afsakið, sagði hann utan við sig. Ég er páfugl prófessor, sérfræðingur í fiðrildum. Svo hvarf hann inn í herbergi sitt. Fogg og Passepartout voru fljótir að sofna. Miðnætur bil hrökku þeir upp að værum svefni við hávaða frá viðvörunarbjöllu. Eldur var laus í gistihúsinu. Fogg leit niður á götuna. Þar stóðu 2 brunaliðsmenn með stökkdúk á milli sín. Stökkvið, hrópuðu þeir. Passepartout leit á herra Fogg. Stökk þú fyrst, sagði hann. Ég held nú ekki, sagði herra Fogg. Ég stekk á eftir þér. Það gengur ekki, sagði Passepartout. Brunaliðsmennirnir voru orðnir óþolinmóðir. Svona, stökk við, kölluðu þeir. Fogg tók pening upp úr vasa sínum. Hvort vilt þú heldur töluna eða kórónuna, spurði hann. Passepartout valdi kórónuna og það var hún sem kom upp. Þá stekk ég á eftir þér, sagði Passepartout. Fogg klifraði út á gluggasilluna. Stökk og lenti heilu á höldnu og stökkdúknum. Passepartout var að búa sig undir stökkið hann mundi skyndilega eftir páfugli prófessor. Hann þaut inn til hans. Prófessorinn hraut eins og ekkert hefði í skorist og Passepartout flýtti sér að vekja hann. Komdu, það kviknaði í gistihúsinu, sagði hann ákafur. Prófessorinn eldan. Hann var svo syfjaður hann gerði sér varla grein fyrir því sem gerst hafði. Það var ekki fyrir hann sá Passepartout klifra út á gluggasilluna og hann var sjálfur farinn að hósta af reyknum að hann var ljóst hvað var hér að ræða. Passepartout stökk og lenti líka heilu og höldnu og stökkdúknum. Prófessorinn stökk á eftir honum. Þeir höfðu aftur fast land undir fótum, þakkaði hann Passepartout lífgjöfina. Loks tókst brunaliðsmennunum að ráða niðurlögum eldsins, en þá var ekki mikið eftir af gistihúsinu sem hét því hlýlega nafni Verið velkomin.